Þá höldum við áfram í föstudagsþættinum hérna á N4 sem við tökum upp í menningarhúsinu Hofi og næst komið að því að tala aðeins kvikmyndir og ég veit allavega að kvikmynda áhugamenn eru ískrandi af ánægju af ýmsum orsökum og sendi boltan yfir á ykkur félagar. Þú ert búin að vera í bíó? Já, ég búin að vera duglegur upp á síðkastið. Já, ég tók sirpu jólin og núna síðustu daga. Já. Það kannski mikilvægast að tala bíó núna af því að það hefur verið að sýna Íslandsmyndina stóru. Walter Mitty. The Secret of Walter Mitty. Secret Life of Walter Mitty. Mér skilst þessi mikið fjör í Borgarbíói núna með Hobbitan og með Walter Mitty að sé bara fullt öll kvöld. Já. Ég fór með neyddi krakkana mína til að fara með 10 og 13 ára. Þau voru ekkert rosalega spenntir fyrir að fara. En í framhaldinu sögðu þetta væri einn besta mynd sem þau hefðu séð. Já. Það kom mér mjög skemmtilega óvart. Ég vissi ekki alveg hvernig ég átti að snúa mér til að byrja með myndina, svona fyrstu 5 mínúturnar. Þegar við erum stödd þarna á Grænlandi og víðar, að ég hélt stund að Ísland yrði notað sem Grænland. Já. Og en síðan rætist verulega úr þessu. Og það er ekki veikan punkt að finna í þessu. Þú hélst að Ísland væri bara Grænland af því að þeir lenda þarna á Stykkishólmi í byrjun, sem Grænland. Já, ég hugsaði með mér að Ísland er sem sagt bara leiktjöld. Og en síðan tekur Ísland við. En hún hefur fengið brjálæðislega góða dóma. Allt sem maður hefur heyrt er bara á einn veg að þessi. Þetta er endurgerð-bíómynd sem er frá 1947. Já. Sko, með Danny Kaye? Já. Þú hefur séð hana? Gömlu, Danny Kaye myndina? Já. Nei, ekki. Sko, ég var að ræða við eitt félag minn sem horfði á hana daginn. Og það er ekkert sameiginlegt. Og smásagan sem myndirnar byggjast á, örstutt, ég man ekki hvort þau eru 2-3 blaðsíður, mestarlega. Þessi 3 verk eiga eiginlega ekkert sameiginlegt. Þetta er sjálfstætt verk og það að hún heiti Walter Mitty eða ekki bara Jón Jónsson. Það er bara, já, ég veit ekki hvernig stendur á því að ég velti fyrir hvort þetta sé það þekkt saga að þeir hafi viljað nota þetta eins og vörumerki. Já. Ég held að þetta sé saga sem að framhaldsskólanemendur í hinum engilsaxneska heimi lesi. Já. En annars er þetta algjörlega nýtt verk. Hugmyndafræðin er þessi maður sem vill lifa öðru sér lífi heldur en lifir. Danny Kaye er meiri hetja í ímyndaheiminum. Já. En þessi vill breytast og er dagdreyminn mjög. Já. Mér það sem ég þótti svo skemmtilegt við sko, hann er hetja en hann er hvunndagshetja. Það er að segja, og það fer kannski ekki mikið fyrir þeim þætti en hann er sko maðurinn í kjallarinn sem að vinnur vinnuna sína án þess að vilja sko metorð og er síðan í rauninni umbunað fyrir það. En hans vandamál sko, hann greinlega fær helling út úr vinnunni og er mjög virtur þar. En það er svona í einkalífinu það sem vandamálin eru. Að þar leyfir hann sér ekki að fara út úr bóksinu. Mér finnst fléttan mjög skemmtileg í þessari mynd. Hún er sko spennandi og og lokin mjög sæt og krútleg sko. Þetta er svona, hann sinnir starfinu rosalega vel en einkalífinu sinnir hann rosalega illa. Þetta er svona benda á að þú ættir kannski að hugsa aðeins meira hvað þú gerir utan vinnutíma og sinna þig jafnvel og sinni starfinu. Og líka held ég að líka það að hamingjan felst í vinnunni. Ég held að það séu skilamóðu líka. En svo er annað sko, að því þegar talum hún sé búin að fá frábæra dóma út allt. Hún er tilnefnd til fjölmarga Razzie-verðlauna. Nei, þessi mynd. Fyrir hvað? Það er Ben Stiller fyrir leikstjórn og handrit og hún mammans, Þetta eru Danirnir. Já, sem er á móti Íslandi. Já, með augljóst. Já, förum út í það. Þjóðarstoltið. Það er sem sagt léleg verðlaun. Skammarverðlaunin. Já, takk bara svo ég sé með að nota. En þjóðarstoltið, hvernig leið litla Íslandi? Maður heyrði andvörpin bara í salnum.
Já, en getur ekki verið að þess vegna finnst Íslendingum þetta svona frábær mynd af því að þú ert að upplifa þarna þinn heima bakgarð, sko? Jú, augljóslega. Mann klappað svo hægri vinstri alla myndina. Já. Þannig að þetta alveg plögg, þetta er kynning, Íslands kynning. Já, alveg ótrúlega að Manni líður næst í þessu mamma manns leiki aðaltrykk í myndinni, sko. Já, og Móður jörð. Ég get alveg trúið mér að margir Íslendingar sko eigi erfitt með þessa mynd af því að landafræðin sko, það fari frjálslega með hana. Það er sko klippt úr einum dal vestanlands og síðan endar atriðið fyrir sunnan. En auðvitað, náttúrulega horfum maður bara fram hjá því, maður gleymir því. Þetta er svona í öllum öðrum myndum líka, þú bara veist það ekki. Já, nákvæmlega. Og sem betur er bara tiltölulega lélegur landafræði, þetta var allt í lagi. Já, bara, er það ekki á sama stað? En sko, Íslendingar, jú, þeir munu náttúrulega fíla hana betur en aðrir út af þessu, en ég held samt að hún hefur það almenna skírskotun. Hún er það skemmtileg og síðan er hún líka það sko svona skrítin og og persónuleg. Ég las eitthvað það, ég ætla ekki verið viðtalið Ben Stiller, að hann hafi stundað mikið sem sagt verið mikið á hjólabrettum sem krakki og maður sér það, sko, það eru mörg atriði sem snúast það að hann er svona glíma við það og það er svona pínu tákn fyrir kannski frelsið þegar hann tekur upp brettið aftur eftir kannski að hafa gleymt í á hinum alvarlegu fullorðinsárum. Og og myndi fjalla mjög mikið um þetta frelsi. En já, eins og ég segi, hún er mjög persónuleg, þannig að hún er ekki, sko, þetta er ekki formúlumynd. Sko, þó að við þekkjum eitt og annað, ýmis minni, en hún er, sko, oft á tíðum dásamlega skrítin og skemmtileg, eins og atriðið með það sem hann er að vísa í Benjamin Button. Það sem að einhver hefði sagt í einhverju stúdíu, nei, þetta er of skrítið og asnalegt. Þannig að hann leið og eins atriði í íslenska togaranum og fleira sem eru svona skemmtilega íslensku og skrítin. En við ætlum að tala fleiri myndir, svo ég trufla ykkur. Nei, við ætlum bara að tala þessa mynd. En svo var það náttúrulega Hobbitinn, sem þú er í bíó, og svo ertu búin að sjá Wolf of Wall Street. Hvernig fannst þér hún? Mér fannst hún mjög áhugaverð. Var hún ekki löng? Hún var 3 tímar, en mér leiddist ekki eina mínútu. Hún er bara gott flæði í henni. Ég hef hugsað mjög mikið hana af því að sko þetta er ekki góð forvarnarmynd, held ég. Þú veist, af því að þetta er sannsögulumynd að einhverju leyti. Hún fjallar sko svona brjálaðan öfgakenndan kapitalisma við getum sagt sko nánast aðdraganda einhvers konar hruns. Þetta er svona þarna byrjaði þetta og síðan endaði þetta með hruni. En ég held að krakkar á öllum aldri, fólk sem hefur aldrei náð einhverjum eðlilegum þroska, að það lítur á þetta sem flippað og skemmtileg. Eða þeir sem geta náð öðru hvoru í hjólabrett sitt? Já, kannski, en af því að við sjáum kannski aldrei sko afleiðingarnar í myndinni. Þú veist, það er náttúrulega þetta snýst... Þetta er bara partíið. Dálítið, þetta snýst svo mikið svik og pretti að hann er verið að féfletta rauninni almenning og við sjáum aldrei almenning. En sko auðvitað eiga kvikmyndir ekki að hafa eitthvað forvarnargildi. Þetta er bara flott mynd og skemmtilega farsakennd. Mér fannst til dæmis DiCaprio kom mér ofsalega óvart hvað hann fer mjög langt í háþróuðum gamanleik. Fíblalát. Og ég hefði mjög gaman svona löngum og fáránlegum atriðum þar sem að þeir eru félagarnir útúrsteiktir í dópi að gera mjög sérkennilega hluti. Og þarna er sko kostur við það að leyfa sér stundum 3 tíma ævintýri að geta sett svona inn. Þannig að ég mæli hiklaust með þeirri mynd. Þetta er í 5. skipti sem þeir vinna saman, Martin Scorsese og Leonardo DiCaprio. Já. Er þetta þeirra besta samvinna eða? Já, mér finnst það að þetta er það besta held ég sem ég sé frá DiCaprio. Að hann er þarna nánast í einhverjum einasta ramma með langar innræður og sýnir miklu sko fjölbreyttari leik heldur en í flestum öðrum myndum.
Svo var það Anchorman 2 sem ansi margir búin að bíða spenntir eftir í 8 ár. Hvenær kom fyrsta myndin? Örugglega 8 ár. Já. Það ekki svo langt síðan ég sá fyrirmyndina og mér þótti mjög skemmtileg. Gallinn við þessa mynd, þú veist, ég veit að sumum hefur þótt hún jafnvel betri heldur en fyrri. Mér fannst hún of löng. Það að segja að gamamynd, sko, kosturinn við það að halda sér bara við 90 mínúturnar að þú getur bara fækka vondubröndunum. Hún minnir mig 2,5 tími og það óþarlega mikið af lélegum bröndurum. Hefði ég komist í skærin, hún var miklu betri. Styttri markvissar og betri. Já, en þetta er flott mynd, glórulaus og þetta náttúrulega mjög nýstalegur húmor og þegar hún kom út á sínum tíma, ég efast að maður hefur séð þessa tegunda gríni. Þú veist, það ekki brandarar, þannig séð. Og þannig að það verður engin svikin að þessari mynd sem sérstaklega hafði gaman að þeirri fyrir. Fyrir Will Ferrell aðdáendur. Já. Þá fjölmörgum. Já. Það ljómandi, þetta myndirnar sem við erum búin að sjá, þannig að við ætlum ekki að hlaupa yfir hinna myndirnar. Nei. Hobbitinn er alltaf bara örlítið betur heldur en fyrri, segja allir. Já, ég hef ekki séð hana þá. Það bara ofsalega gaman að frétta því að þetta hafi verið góð bíójól, mikið að gera í báðum bíóum og Öllum. Öllum á landinu. Já, vá. Svona maður mikið þorpsfíll. Báðum bíónum. Ég er búin að klippa þetta. En og framundan náttúrulega Óskarinn og Tómgleði. Og margt örugglega spennandi að detta inn. Það einhver allavega verðlaun búið að vera að fenda núna það ekki, sem svona vísbendingum Óskarinn. Hvað haldið að gerist þar? Óskarnum? Já. Ég held að fá fullt af fólki verðlaun. Vá, ég held að líka veldu rauðu dreglinum og geðvægt fínum kjólum eftir einhverja flotta hönniði. Takk fyrir þetta. Næsta hellingur í bíó, þá fáið þið aftur hérna á spilum. Það gaman að því. Takk fyrir. Við erum bara að ljúka þessu, þegar. Já, þátturinn bara búinn. Þátturinn búinn og við kveðjum úr Menningarhúsinu Hofi að þessu sinni og segjum að sjálfsögðu góða helgi.